Jú, smá pælingar með Ancient. Þetta klassíska round 2 sem við tökum á T-side yfir á B, þá hefur við verið að kasta smoke hérna. Running jump throw sem lendir hér. Ég er að spá, mér langar svolítið að breyta þessu. Ég er að horfa á analysis af því helsta sem við verið að gera á B-takes á majorinu sem er núna í gangi. Ég langar bara að kynna þetta aðeins fyrir ykkur, sjá hvort þetta sé ekki sniður, líka því að flussin sem ég er að taka í þessu playi blindaði strákan daginn hérna. Þannig ég fann flass sem er kannski ekki, við springum kannski ekki alveg eins nálægt andlitinu á þeim, en ætti algjörlega að vera örugt fyrir okkur. Þannig ég sleppi þessu smók og ég smóka cave, þannig við í rauninni myndum útiloka cave. Eða þú veist, í byrjuninu á side-takeinu myndum við horfa bara á smókin sem vegg þannig séð og við myndum taka short og long. Það þyrfti eina mollu. Einn þyrfti að, þú veist, fara ekki fremst í gæðin en einhver í hópnum myndi molla hérna. Það kasta þessu mjög auðvitað bara frá rampinu þegar þú kemur upp. Mollar af, smókur hér og menn taka svo bara cleara setið. Flussin poppa í rauninni hér bak við þetta hérna. Ég sýn ykkur þetta. Þú veist, ég myndi ekki dragast eins langt aftur úr hópnum og ég hef verið að gera hérna. Þannig að flassin geta komið líka fyrr. En ég þarf aðeins að læna mig upp í svona smoke sem að ég þarf að horfa á þetta laufblað á þessu tré og aðeins fyrir ofan það. Þannig bara svona. Svo fær ég mig yfir í flussin sem að eru þá hérna. Með double jump throw. Þannig að smoking kemur hér. Flussin, þú veist, blinda allt hér þannig séð, en ef þú ert að hlaupa hérna, skal ég sýnda ykkur smokin á þetta. Þannig að ef þú hlýr á hotnið þá sérðu samt. En gæðin sem er hér blindaður. Gæðin sem er hér blindaður og gæðin sem er hér blindaður. Þetta næri ekki djúpum, eða jú mögulega ef hann er staðsettur hér, þá næri þetta á þessum gaur. Þannig að við slúðum náttúrulega passa okkur á þessum gaur hérna. Þannig að það verði þessi smókur hérna. Og svo mollan bara þessi hérna. Katta af, fyrir tveir hér, mid short. Og skiljum svo eftir einn hérna. Og restina af gaurunum fara svo að cleara cave. Eftir að smókið fer. Eða þá að hugsa hérna annarkvort, þú veist, ef smókið er ennþá uppi þá þurfum við alltaf að vera öryggir hérna í bak. En já, stutt og laggott, segjum við hvað okkur finnst.